Annað sérstakt merki sem hægt að nota eru notendanöfn tiltekinna aðila og við getum sem sagt nota þau til þess að láta viðkomandi vita að við erum að nefna þau í tístinu okkar, við viljum sérstaklega ná athygli þeirra eða eitthvað þess háttar. Þannig að nú ætla ég að tísta og ég ætla að búa til tíst sem að ég vil sérstaklega ná athygli Tryggva Þeyers sem að svona mitt venjulega notandanafn á Twitter. Og þá ætla ég að segja hey og við notum @merkið eða í hring sem að við notum til dæmis í netföng en það kemur á undan notandanafninu og notandanafnið mitt bara Tryggvi Þeyr og hún kemur sem sagt og þetta háð viðmótum en allavega hér að þá fæ ég uppástungu hver það en ég veit alveg hvað það Hey Tryggvi, ég komin á og ég ætla bara að segja að þetta tíst Twitter. Þannig ef ég sendi þetta núna að þá fyrir það fyrsta þá sjá allir þessi skilaboð sem að fylgjast með umræðumerkinu Twitter en þá sérstaklega að notandinn Tryggvi Þeyr sem að mitt venjulega tístnafn að ég myndi fá sérstök skilaboð það að einhver hafi nefnt mig í tísti og þá get ég farið og séð hvað var verið að tísta og og annarkvort svarað spurningu ef að þessi þörf eða kannski einhver bara vekja athygli mína á einhverju sérstöku. En þegar við tökum þátt í umræðum og erum í samskiptum, erum að tístast á við einhvern, að þá þurfum við einmitt að nota notendanöfnin þeirra á þennan hátt. Að sem sagt ef ég sendi spurningu á annan notanda, að þá merki ég tísti sérstaklega með hans notandanafni og það þarf að vera @merkið og notandanafni þeirra og ef að þeir svara, að þá merkja þeir sérstaklega sem sagt nefna mitt notandanafn og þá fæ ég tilkynningu það og þannig haldast tístin saman þannig að ég sé þau í þræði sem að einfaldara að fylgja. En ég fer betur út í þau mál í næsta myndskeiði.